Rúnar 2-0 tap gegn Aftureldingu. Hvernig svona líður eftir leik? Mér líður svo sem bara ágætlega þannig séð sko. Það er alltaf fólk að tapa og það er bara svo það er. Mér finnst við fá okkur frekar, fyrsta markið var frekar ódýrt þegar við náðum ekki að díla við fyrirgefnum sem komið fyrir. Mér fannst við samt á þvílíkur kraftur í okkur og alveg hugafar sko. Mótið góðu liði Aftureldingar sko. Þannig að heilt yfir þokkalega sáttu við frammistöðu liðsins. En við erum ekki nóg að skapa okkur nóg mikið af færum eða bara færi almennt. Og það kannski vantar smá svona gæði í síðasta þriðjung. Þið bunguðu í seinni hálfleik. Er bara vörn Aftureldingu svona þétt? Er erfitt að brjóta hana? Já, allar fengum við ekki mikið af færum. Það er bara þannig, við vörðumst vel og við þrýstum þvílíkt á það og heldum alveg að þeir voru bara í vandræðum með okkur í pressunum okkar og hvernig við vorum aggressífir en við skapaði ekkert fyrir okkur. Við náðum ekki leysa nógu vel úr því. Þeir unnu boltann og þeir vörðust reynda bara mjög vel Aftureldingu. Það er bara að segjast eins og er. Þið fenguð nú aukaspyrnum í leiknum. Ertu ósáttur með nýtinguna þar? Já, sjálfsög er ég ósáttur við það. Við hefum getað gert betur í þessum stöð. Við fengum 4 góða möguleikur úr aukaspyrnum til að gera betur, en því miður gekk það ekki upp. En nei, við bara spila heilt yfir ágætlega í dag. Bara 2 góð lið sko. Þannig að Aftureldingar bara nýtti sín færi og fengur svo sem ekkert mörg færi, en þetta nýtti allar þessi 2 færi sem skor úr og gerði það bara vel. En ef við horfum aðeins bara yfir sumarið. Ykkur var ekki spáð góðu gengi, en þú hefur gjörsamlega svarað þeim röddum. Hvernig svona líður þér bara eftir sumarið? Mér líður bara mjög vel með Gróttuliðið og þetta er bara búin að ganga ágætlega og við erum bara að klára þetta mót með stæl. Við erum búin að tapa mörgum stegum núna í síðustu leikjum og við þurfum að bæta úr því. 2 leikir eftir þessu deild og við þurfum bara að klára þetta mót almennilega. Við erum búin að gera mjög vel að mörgu leyti og við erum bara að reyna að bæta okkur sko. En þetta er búið að vera bráðskemmtilegt sumar og drengirnir hafa staðið sig bara mjög vel. Takk fyrir.